Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru góðir gestir að ræða svona stöðu heimsins út frá augum karlmannsins, Pétur Eggers og Jón Þormar Pálsson, Nordic Masculinity öðru nafni. Verið velkomnir. Takk fyrir það. Það gengur á ýmsu. Bara svo að forsagan fylgir hér með, þá óskuðu þið eftir því sjálfur svolítið að koma hérna og takast á. Þið eruð svona, það sem ég myndi kalla svona á sikvorum pólnum, en kannski mögulega getum við komist að einhverju niðurstöðu hérna í dag. Hvað er þetta sem að ykkur greindi á þegar þið óskuðuð eftir viðtali? Já, ég kannski taka forsöguna. Það í rauninni sem að svona skeytir okkur saman í samtala á internetinu þetta er myndband sem ég gaf út þar sem að ég er að blóta einstaklingum sem að voru að segja að ég væri grenjuskjóða, væri vælandi, að ég ætti að halda kjafti. Það er myndband þar sem ég er að gagnrýna karlmenn á Íslandi sem að eru í blindandi stuðning sínum að gefa mönnum eins og Donald Trump sem að er núna valda miklu musla í mannréttindum, bara þvert yfir, bæði hjá transfólki og hjá hinsegin fólki og kvenmönnum og fleira, ásamt Elon Musk sem er auðugasti maður í heiminum sem að hefur verið núna að gera hluti eins og að kasta í Sig Heil kveðju og gaslýsa fólk síðan að segja að sé ekki Sig Heil kveðja og fara síðan daginn eftir inn á stuðningsfund með öfgahægri flokknum, hvað heitir hann, AfD í Þýskalandi og segja Þjóðverjum að þeir þurfa ekki að skamma sín lengur fyrir það að vera þýskir, heldur eiga að vera stoltir af því. Og ég kalla einstaklinga þarna aumingja fyrir það að geta ekki tekið upp hanskan fyrir mæður sínar og systur sínar og þá sem að er vegið að og það fór fyrir brjóstið á mörgum og ég sá að það var þarna hópur sem að heitir Fyndni frændur þar sem að þessu vídeói er póstað og ég gerir ráð fyrir að þú hafi komið þaðan inn á þráðin hjá mér. Instagram, þetta bara poppaði upp, ég veit ekki alveg akkur algoritminn sendi með það, ég sá þetta bara fyrir en bara eins og við mátti búast þá fylgdu bara ekki frá þér persónulega, bara svo það sé alveg skýrt, en því fylgdu bara svakaleg fúkyrði og persónuárásir og ég var kallaður trans og það var hótað að berja mig og ekki það fúkyrði, það sé fúkyrði, trans? Nei, guð, það er alls ekki það sem ég meinti. En ég meina það er sagt í því skyni eins og það ég vera neyðandi. Því að við erum að ræða ákveðin anga samfélagsins sem að, þú veist, hefur mikla anduð á trans og þú ert þar. Ég sá að þú póstaðir bara senast í dag inn á Fyndnir frændur. Já, geggjum brandara. Nei, en já. Ertu ekki að tala um taflbrandarana? Hvað segirðu? Erum við ekki að tala um taflbrandarann? Jú, einmitt. Hann var ekkert smókuður. En já, og þú bauðst mér að koma í brottkastið. Brottkastið? Já, sem að þú ert með Frosta Logasyni. Og ég sagði nei og ég bauði þér að koma hingað því að þetta er aðeins heilbrigðara umhverfi finnst mér. Og hér eru við. Og hér hafið mig líka. Já. Þannig að núna gjörðu svo vel og takist þá. Þú veist, svo ég fái kannski aðeins frá þér. Þú sérð Pétur á netinu og þér finnst hann eitthvað fyndið týpa. Finnst hann kannski standa fyrir eitthvað sem er einmitt framandi fyrir þér og svona þínu nærumhverfi. Að hvað leyti Sko alls ekki, ég þekki mér þess aðeins til Péturs og við höfum nokkra sameiginlega kunningja sem að bara geta varla sagt nógu góða hluti um hann og ég veit það ekki, ég er bara opaslega móti allir þessari polariseringu sem er í gangi. Mér finnst þessi svart og hvítt, allt sem er í gangi, þetta er opaslega óheilbrigt, þetta kemur í veg fyrir að fólk tali saman og þegar ég sá þetta þá sá ég rauninni bara tækifæri til að ræða af hverju fólk fer í þessa átt og ég vil meina Trump og Musk sjálfur, þeir hafa voða lítið með þetta að gera. En hvernig upplifir þitt hlutverk í að stuðla að polarisering? Finnst þið þú ekki vera þáttakandi í því að ýta íslenskum karlmönnum í öfgafull einangruð horn þar sem að þeir taka reiðir sína út á minnihlutahópum eins og transfólki sem að þú varst að gera grín af í grúppunni áðan? Með peðinu? Já. En var þetta transbrand, þetta skábrandari?
hann kemur úr skákgrúpu sem ég er meðlimur af. Já, þú veist vel að... Nei, ég get alveg sagt að þetta tengdist trans ekki neitt, þetta var bara old pick. Getið þið útskýrt brandarann fyrir þau sem eru að fylgjast með? Það er verið að stöðva þarna kóng og drottningu og lögregluþjónninn er að skoða ökuskírtin og það er mynd af peði og það stendur þetta sé gömul mynd. Þetta ég fattaði ekki eins og samhengi fyrir þú myndist á það og ég er ekki eins og að grína sko. Einmitt. Nei, ég meina þú getur lagt mér í bóðheðleika með það. Ég er skáknörd og þú mátt... Þín internetsaga er bara skrifað á sjálfur þér sko. Já, það er mega bara að skoða hana, ég er ekki að fara að vera narrator fyrir þig. Ég vil meina að ég geri bara allt annað heldur en að íta kallmönnum út í einhver hotti að ég til dæmis tala mikið og gegn þessu svona red pill dóti, menn going their own way, incel dóti. Þetta er allt hlutir sem að bara ég hef ekki nógu slæma hluti til að segja í dag. Og mér finnst að eins og ég segi, ég ætla að leyfa Pétur Jónsson koma af stað, en ég er algjörlega ósammála því að ég sé að íta kallmönnum út í hvað var að segja, einhver hotta sem að vera að tala illa hinn á þessa og ég tel mig algjörlega að þetta væri þá afstöðu. En hvers vegna, að því að nú myndi ég bara svona leikmaður, eins og ég var fengin hérna til þess að vera í dag. Sko, ég myndi segja að þið væruð einmitt svona á sikkvorum pólnum svolítið. Broadcastið eru þetta svona, þessi Joe Rogan narratífa svolítið, þú veist, það er svona harðir kallar og þú veist, gegn wokeisma og allt þetta. Og meðan að Pétur er svona meira, ég þekki hann úr hreyfingunni fyrir frjálsri Palestínu og við höfum svona verið mikið saman í verkefnum, svona friðarverkefnum, því tengt. Þetta eru hópar sem aldrei mætast, en ég leyfi mér að fullyrða að við höfum þó öll eitt svona megin markmið og sameiginlegt markmið, sem er þetta bara betri heimur fyrir alla og minni ójöfnuður og allt þetta, minna ofbeldi. En á hvað liti finnst þið, Pétur, að hann sé að hann svona íti mönnum kannski lengra út á eitthvað svona jaðar? Sko, ég náttúrulega bara renni stuttlega yfir Instagram-akkántin hjá þér í gær. Ég hef ekki hort mikið á podcastin hjá þér og ætla ekki að vera að kasta blindri gagnrýni á hluti. Instagram-akkántin er alveg frekar svakalegur og líka komment sem ég er að sjá eftir þig bara inn á þessu fyndni frændur. Þú veist, það eru, þú talar einhverja OnlyFans stelpu sem brundtunnu og að það séu bara, ég vel ekki að hafa þetta eftir þér, hlutir sem þú ert að segja, sem er náttúrulega bara gífurleg svíverðing og ekki mjög málefnalegt take á fólk sem er í kynlífsvinnu eða, þú veist, mögulega í annarri stöðu heldur en þú sjálfur, mjög lítillækandi og svona niðurlægjandi svona orðalag. En það eru, sko, svo við séum ekki bara að vera einn versus hinn og þú veist, þinn hlustandahópur hati mig aðeins meira og minn hati þig aðeins meira. Við ætlum nefnilega að fá hérna svolítið fallega laust. Snertiflutur, skilurðu, það er alveg forsendur fyrir því að kallmenn eru að upplifa sig einangraða. Það sem ég á mjög erfitt með, sem að svona setur okkur daldið í stöðu þar sem við erum mjög ósammála, er að það sé, þú veist, einmannaleiki kallmanna, erfiðleikar kallmanna, bæði á vinnumarkaði og bara í geðheilsu, að það sé alltaf immediately parað við hluti eins og til dæmis bara eitthvað svona sem jaðra við að vera replacement theory. Bara það er bara farið að fara á hælisleitendur, rosalega mikil athygli. Þú minntist áðan áður en að við fórum inn í viðtalið, minntistu á þennan pakistanska afbrotahóp í Englandi og sem er rosalega svona bundið í ethnicity og að þetta sé innflutt og fleira, hlutir sem eru ekki tölfræðilega mjög samfærandi ef þú horfir á heildarmyndina séð, skilurðu, að við erum að tala þetta eru mjög litlir hópar í samfélaginu og glæpatölfræði talar sínu máli þarna, mikið af óþægilegri tölfræði fyrir marga að skoða í öllum hornum en það sem ég upplifa að gerist á aðgöngum eins og þínum er að það er tekin einhver heift. Þú veist, það er einhver raunveruleg tilfinning, ég ætla ekki að reyna að gera lítið úr því, það er alveg ástæða fyrir því að kallmenn eru að sækjast í eitthvað sem ég finnst vera mjög volatile, ofbeldisfull hegðun, bæði andlega og líkamlega, en það að þessu sé alltaf channelað gegn transfólki, umræðan fer alltaf í að tala þú veist, og nú ekki bara að setja eitthvað orðið í þinn munn, ég er bara að tala kommentakerfið í gær sem var rosalega mikið í sama þema á Instagram-akkántiðin. Umræðan fór strax bara, þú vilt láta klippa titlingan af krökkum og þú ert að grúma krakka í að vera trans. Þú veist, ég hata mitt eigið land og ég vil bara sjá bara innflytjendur koma inn og þetta er
þetta er stemmingin inn í þessum afmarkaða hóp. Þannig ég á rosa erfitt með að horfa á þetta og segja, já, hérna sé ég réttindabaráttu fyrir karlmenn. Því að þetta virðist vera bara rosa mikil reiði og birtingamyndin er ofbeldi gegn öðrum minnihlutahópum, skilur við. Hversuna, Jón, heldur að fólk, karlmenn, ég meina, það er ákveðin vandi á meðal karlmanna, við getum ekki neita því. Ég meina, karlmenn eru þetta þeir sem að deyja í flestum vinnuslýsum, sjálfsvígum, þeir eru í fangelsunum og fleira. Þú veist, það er eitthvað að. Og það er einhver orsök þarna á bakvið. Hvers vegna heldurðu að karlar í staðin fyrir kannski að líta frekar á heildamyndina og vera þá sameiginlega reiðir við þá til dæmis eins og feminista sem að berjast fyrir réttindu kvenna og beina sjónu sínu svolítið að stjórnvöldum að svona sameinast einhvern veginn þarna á miðjunni. Hversuna heldur að karlar fari í þetta einmitt að svona benda á innflytjendur og annað svona í umhverfinu? Sko, mér langar að byrja á þessu með það sem að myndist á bruntunna. Ég var að setja í svona íktasta samhengið svona þegar var verið að tala hana sem að setti metið og svaf hjá 1057 kallmönnum á einum degi og var að tala að maðurinn hennar hefði verið ósáttur og ég setti upp í kaldhæðnislegu samhengi það að hann væri náttúrulega bara aumingi að því að hann væri ekki að sætta sig við það að konan hans væri að vera þetta fyrir, ég meina þú veist, við getum rætt þetta hvaða hátt sem en ég fer ekki dóan að því að ég veit ekki hvort það sé hægt að fremja einhvern meira niðrandi, bara ofbeldi á sjálfu sér heldur en að sofa hjá 1057 karlmönnum. Það eina sem kemst nálægt í hver og einn af þessum 1057 karlmönnum sem tók þátt í því. Það eru karlmennir sem tók þátt í því. Já, mér þetta ekki í huga að búa til einhver afsakanir við það. Mér finnst það alveg jafn ógeðslegt. Og mér finnst þetta bara mér finnst þetta bara allt í lagi orð að setja fram þegar þú ert með svona parodíu samhengi. Þetta er ekki orð sem ég nota almennt yfir konur og mun ekki gera og mér langar að benda ef þetta veldur mér þess að því að ég missi nú alltaf einhverja fylgjendur í hver skipt sem ég gera það. En ég á það til að pósta myndum á Instagram mitt sem að ég er algjörlega ósammála og svo er svona caption undir, þannig ger ég þetta mjög oft og útskýri af hverju það er vandamál og það sem þar kemur fram. En byrju nú Pétur fór nú yfir svolítið mikið, þannig að mér finna frændur. Mér langar aðeins áður ég að svara spurningunni, Mari, mér langar bara að spyrja og ég gúttir í rauninni hvoruga hegðunna, en hvernig er þetta ólíkt því sem við erum að sjá til dæmis bara eins og ef við tökum dæmi þegar að við opnum, ég ætla bara að taka dæmi, við opnum broadcast og ég er rosalega fegin að börnin mín voru ekki á samfélagsmiðlum og ekki á samfélagsmiðlum þegar var verið að lesa það, þú veist, fólk sem hafði ekki einu sinni talað mig að þekkti mig, það var farið að kalla mig nasista, rasista og ég hataði konur og þetta er fólk sem hafði aldrei hitt mig, aldrei séð neitt séð gert, aldrei talað Þú ert hvorki nasisti né rasisti? Nei, bara fá það inn á hreint. Og þessi umræða er bara, hún er ljót og hún er ljót báða megin og ég myndi segja að hún síst skári öðrum megin, það gerir hann ekki betri hinum megin en við hljótum að geta verið sammála það að eitt vont afsakar ekki annað. Nei, hvernig getum við svona stýrt henni í þú veist, fegurri áttir í rauninni, þú veist, hvernig getum við, að því að þú segir ég posta einhverja hluti setja einhverja hluti á Instagramið mitt og eitthvað sem ég er ósammála og eitthvað svona til þess að búa til eitthvað svona samtal og út af því verður örugglega oft mjög ljótt, ég meina við búum öll hálfpartinn á internetinu og við vitum alveg hvað internetið getur verið rosalega ljótt. Þetta er svona, ég hugsa internetið oft í þessi samhengi að þetta er svona eins og fólk í umferðinni. Þú veist, þegar það er inn í bílunum sínum og það er alveg svona með svona road rage eða svona, þú veist, svona umferðareiði einhverja og það öskrar eitthvað svona skíthæll og gefur fingur og allt þetta en þú veist, ef þú myndir mæta þessari mannesku sko, bara í augliti til auglitis þá er ekki víst að sömu orð yrðu val. Þetta er svona svipað, þetta er svona fólk einhvern veginn felur sig á bakvið eitthvað skjá. Ég meina það er að þú, mikið af þessari menningu eins og ég sé hana er keyrð áfram af ótta af raunverulegum ótta og við sjáum ef við tökum MeToo-hreyfinguna sem dæmi þar sem að þú veist, cancel-kultúr var í fyrsta sæti og það er raunverulega staðan að það er bara
kallmenn brjóta tölfræðilega oftar á konum heldur en konur á köllum og það eru konur að reyna að varpa ljósi á það og því fylgt eftir með fullt af einhverju svona cancellation campaigns og síðan aldrei talað ábyrgð eða eftirlíf eða þú veist raunverulega orsök fyrir brotahegðun í þessu samhengi. Það verður aldrei samfélagslegt samtal, heldur hóparnir bara þeir fara bara frekar í sundur eftir þetta campaign. Ef við tökum fyrir MeToo-hreyfinguna af því að MeToo-hreyfingin hún er í rauninni afleiðing einhvers brotins kerfis þar sem að körlum líður á einn hátt og konum líður öðruvísi og það verður til einhvers konar ofbeldi í einhverju svona, þú veist, einhverju rými hinn á milli og það er ekkert kerfi sem grípur, það er engin dómstólar sem grípa, það er engin úrræði, það er engin hjálp og það er ekkert samtali í gangi og þá auðvitað fer annar hópurinn í einhverju byltingu og sem svo auðvitað þú veist, verður ekkert falleg. Nei. Ég meina það er ömurlegt og segi ég sem bara, þú veist, aðstandandi mann sem hefur verið cancellað að það er ekkert fallegt. Það er rosalega sárt. Já, og ég meina þetta cancellation culture er náttúrulega bara heilt samtal út af fyrir sig en mér finnst það svona segja sig sjálft að þegar við sjáum þetta í svona sinni yktustu mynd þarna í MeToo og síðan næst þegar ég sé það Stefán Einar að taka sama múfið skilur þetta er valdbeitingatól í samfélagsstrúktúrnum. En eru við ekki einmitt, þú veist, að því að sko, og ættu við þá ekki frekar að vera reið út í kerfið sem brást, þú veist, er það ekki alltaf svona sameiginlegi óvinnurinn? Sko eitt sem að mér finnst áhugavert og væri til að heyra þitt teika á er að þegar þú skoðar og horfir til þeirra sem að brjóta af sér og við getum tekið til dæmis kommentakerfið mitt í gær sem dæmi að þarna koma menn sem að koma inn bara með ofbeldistilburði, bara instantly ofbeldistilburði. Ég hef nú sjálfur, ég er alveg upp í Efra-Breiðholti og ég hef séð heimanna tvenna. Ég hef séð mikið á ofbeldi á minni ævi og ég sé rosa mikinn samnefnar á milli þeirra kallmanna í íslensku samfélagi sem hafa gert lífið mitt mjög erfitt. Og þeir kallmenn sem eru líka að koma mjög illa fram við kvenmenn og mjög illa fram við aðra jaðarhópa, skilurðu. Þessi hópur kallmanna frá mínum bæjardyrum séð, hann flykkist rosalega að efni og rásum eins og þinni og að hugmyndafræði sem byggir rosa á kynþáttahyggju, sem byggir mikið á fordómum í garð kvenna og þú veist, bara svona sex workers, fattar við núunstu topic og alls konar hlutir og fattar við hægt að ræða sambönd en eins og við tölum þetta með brunntunu kommentið skilurðu að það er rosalegu munur að segja, heyrðu, hérna erum við að tala manneskju sem að sýna gífurlega vanvirðingu í garð maka síns og það er bara alvarlegt og fólki líður illa í svoleiðis aðstæðum og þú veist, ég sjálfur með alls konar skoðanir á pólísamböndum til dæmis sem að ég held að séu oftar en ekki ofbeldissambönd. Fattar við, augljóslega er þetta núansa topic. Ég er ekkit bara með öllum birtingamyndum samskipta en ég er ekki að fara inn að kalla fólk brundtunnur og þú veist, það er polarizing. Það er polarizing að stíga alltaf til jarðar eins og með myndbandið sem var postað inn á grúppuna frá mér að ég er að kalla specific einstaklinga sem að sögðu að ég væri að væla þegar ég er að ávarpa ótta minn öryggi mömmu minnar og systur minnar og stelpnana í lífi mínu og það er bara hætt að væla aumingi og ég kalla þá aumingi tilbaka og það koma bara flokkur af einhverjum gaurum sem eru bara tilbúnir í en sko, með því að kalla þá aumingja, Pétur ég nú er búin að dynja 4 eða 5 spurningar á mér sem að ég hef ekki fengið tækifæri til að svara. Mér langar að byrja á að svara með því að hvernig fáum við betri umræðu og heilbrigðar samskipti. Ég vil meina hversu oft sérðu svona samtöl, þau gerast alla. Nei. Og það er óbáslega leiðilegt. Það er vegna þess að það er mikið af fólki sem bara vill ekki koma og tala við fólk sem þau eru ósammála. Það er bara óbáslega erfitt þá að einmitt ætla að eiga samskipti því að ég er ekki sammála þessu með hvernig fólk lítur á hópinn sem er á móti sér því að mér finnst óbáslega alvarlegt. Það er eitthvað rosalega í gangi finnst mér ef þú trúir því að aðilar sem eru kannski ekki á sama pólitíska miði og þú vilji ekki betri heim fyrir alla í kringu sig. Mér finnst það óbáslega alvarlegt þegar við erum farin að hugsa að þarna sé bara á ferðinni einhver hópur sem að langar að rústa samfélaginu. Og með af hverju þú sagðir einmitt svona aðilar flikkast inn á reikningana mína og svona. Ég segi frábært, ég vil hafa það þar vegna þar er ég actually að tala við þá. Og ég vil tala inn í hópin sem þarf á því að halda. Ég hef ekkert áhuga á að vera að tala við þá sem þurfi ekki á því að halda. Það sem mér finnst, bara sem dæmi, ég byrjaði á þessu fyrir cirka 4 mánuð síðan. Og ég byrjaði bara, hún hét öðru nafni þá, síðan mín, og þá var ég bara með það í huga að ég er búin að missa marga nákvæmna mér úr sjálfsvíðum. Það bara að fá þar inn unga menn eða jafnvel bara eldri menn
sem að voru komnir á bara ystu nöf og vantaði ekki til að tala við. Ég gerði þetta í hálft ár þangað til ég gat ekki meira. Það var svo mikið af aðilum sem voru að koma og spjalla við mann. Sem betur fyrir átti ég góða í kringum mig því að svona tekur alveg óbáslega á og þannig byrjaði þetta. Og þá fór ég að hugsa, sko, ég get ekki svona. Ég get ekki bara verið að taka við. Mér langaði þá að reyna að hjálpa aðilum á þann hátt að setja fyrir fram á þá. Fyrirbyggjandi í rauninni og ég tel þetta að vera, ég oft með gróan húmor, ég ætla aldrei að beðast afsökunar á því. Ég kalla konur ekki brundtunur bara sem dæmi, en ég nota þetta þetta var parodíu brandari og ég segi gróa brandara og ég biðst ekki afsökunar á því. Nei, en ég meina þín nálgun á samskipti rosa mikið að stuða og þú talar það að þú viljir taka utan viðkvæman hóp karlmanna sem að einangra sig, en ég get ekki séð betur en að þú sért að reyna að búa til einangrað samfélag fyrir einangraða karlmann. Hvernig? Ok, tökum sem dæmi hvernig umræðinni undantekningarlaust stýrt að minnihlutahópum frekar heldur en að henni sé stýrt að kerfisbundnum breytingum. Hvað mennur? Umræðan inn á Instagram-akkauntinu þínum snýr, hvernig myndur kategoræsa akkauntið þinn? Hvað þemað í kontentinu hjá þér? Því að það pretty much þarna. Það bara áróður gegn hælisleitendum sem þú hefur verið mjög virkur í að taka þátt í, áróður gegn transfólki, að gefa karlmönnum undir fótinn sem að tala gegn réttindu kvenna til þungunarofs til dæmis. Þetta rosalega mikið bara lokaður hópur sem að sér aðra sem úthóp. Það svona þróast kynþáttahyggja. Þú segir að það sé grimmt að mér að draga þá ályktun að þetta sé hópur sem vilji samfélaginu illa. Það kannski hægt að setja það þannig fram, en þú verður átt að þetta lítur vissulega þannig út þegar einn hópur konstantli að ráðast á aðra minnihlutahópa og segja þetta eru við, ekki vera með þau hérna. Á sama tíma þessir hópar þessu hælisleitendur í Íslandi hvað, 0,4%? Já, eitthvað svoleiðis. Ef ekki minna. Já, minna 2. Fattaru. Og ef þú skoðar kostnaðinn, bara vopnakostnaður til Úkraínu var cirka bát helmingurinn af því sem var sett í hælisleitendur á Íslandi í fyrra. Fattaru, ef þú setur þessa hluti í samhengi. Við erum jafn mikið á móti vopnakostnaður. Já, einmitt, en ég bara að segja að við setjum þetta í samhengi og við ætlum að tala það að þú ætlar að, þú upplifir þig eins og þú sért bara að halda utan einhverja karlmenn, en þetta það sem að þú ert að tala þá við. Frekar heldur en við getum talað bara kerfisbundið, af hverju hallar á karlmenn í skóla, skilurðu? Við þurfum virkilega að ræða þetta. Af hverju eru kallar ekki að eignast börn? Af hverju upplifir þessi einangraða? Mér finnst þetta frekar óheiðalegt af þér vegna þess að þetta einhverju póstar þarna sem þú segir að þetta sé það sem það fjalli Þetta ekki rétt. Þú þarft ekki annað en að skoða bara það sem að ég stanslaust setjandi til dæmis áminningar við að þetta snúist ekki hatur gegn konum. Það er incel-hegðun. Ég hef af-incelað 5 gæja af 12 sem að leita til mín, bara sem dæmi. Já, þú getur rangkvölt augunum. Málið það er verið að gera manni upp markmið. Þetta eins og ég væri að efastu það að því að við erum ósamála að þú hefðir þá eitthvað illt í hyggju. Ég get alveg útskýrt af hverju ég vil þetta. Það vegna þess að þegar þú talar unga karlmenn, í fyrsta lagi þá verðuru, ef þú vilt ná til þeirra, þá verðuru að allavega getur ekki bara látið öll þessi vandamál sem eru herja á þá eins og vindum í þjóta. Þannig færðu gæja eins og Andrew Tate bara sem dæmi. Það vegna þess að Andrew Tate, hann er frábær í kjaftinum. Því verður ekkert neita, alveg sama hvaða álit þú hefur á honum. Hann er stórkostur í að tala og 50% af því sem hann talar eru bara mjög legit hlutir sem að karlmenn samsama sig með og það er ástæða fyrir að samsama sig með þessu. Það vegna þess að hann er að benda á vandamálin sem að ungir karlmenn, karlmenn ekkert einhver svona forréttinda hópur, þetta eru bara ungir strákar sem verða hræddur mönnum. Já, hvað þú segir að karlmenn séu ekki forréttinda hópur, getur útskýrt fyrir mig frekar af hvað þú meinar? Það eru vissilega jaðarsettir karlmenn til, en Mér finnst þetta með að karlmenn séu forréttindahópur, þetta er orðið svo mikið kjaftaði. Það er engin forréttindi sem að karlmenn í dag hafa. Þú segir bara strákar byrja strax í skóla. Þeir eru með nánast eingöngu kvenfyrirmyndi í kringu sig. Það er rosalega hátt hlutfall einstæða mæðra. Það er rosalega margir sem að vanta góða föðurímynd. En hverjum er þetta að kenna? Ég veit það ekki. Og það er rauninni kannski ekki endilega það sem að við erum að það sem skiptir máli. Heldur hvernig lögum við það? Já, einmitt, en þá þurfum við að finna svolítið svona hvaðan kemur þetta vandamál? Sko, það er engin spurning að það dynur á þeim
og hefur gert, við þurfum ekki annað en að skoða bara, sko, einn hópur segir að ef þú skoða fjölmiðla þá sérðu bara árásir á minnihlutahópa, annar segir að sé bara ef þú skoða fjölmiðla þá sérðu að það sé, þú veist, bara sem dæmi, það er stutt síðan þú gæti sagt bara, þú veist, kill all men, hérna bara sem dæmi, þú mátti tala að það ert að taka út hvíta kallmenn, það ert að, þú veist, destroy whiteness, þetta mátti allt segja bara fyrir mjög stuttu síðan og má ennþá. Já, þetta er svolítið svona, þetta er kallað að kýla upp fyrir sig. Já, það má alveg segja það eins og vilt, en þegar þú ert að tala að kýla upp fyrir þig, það er ekki bara einhverjir forréttindakallar sem að sjá þessi skilaboð. Það eru ungi strákar, það eru ungi kallmenn sem að eru, þeim hefur gengið ít í skóla, þeir eru ekkert bót fyrir borin á sér, þetta er ekki einhverjir kallar í jakkafötum sem eru... Býr þetta þá til eitthvað svona reiði? Þetta býr til rosalega reiði, vegna þess að þegar þeir eru einmitt að tjá sig þessi vandamál, það þeir sjáu þetta, það er verið að coming after them. Ég er búin að sjá og ég er búin að hlusta á fyrirlestra, það sem er verið að tala við skólakrakka og það er alltaf verið að segja að strákar, við þurfum að koma í veg fyrir að stráka verið gerindur. Við þurfum að koma í veg fyrir að það verið ofbeldismenn. Það er alltaf sagt, þú átt ekki að vera svona, þú átt ekki að vera svona, þú átt ekki að vera svona. Það er enginn sem kemur og segir og sýnir svona átt að gera þetta. Svona átt að vera góð maður, svona átt að vera sterkur maður. En hvar þrífst til dæmis, þú veist, þegar ég sé eins og kommentakerfið í gær, þá hugsa ég, djöfull minnir mig þetta og það þegar ég var að æfa í leikni sem barn. Djöfull er þetta svipuð stemming, fattaru. Það er eitthvað sem við höfum vel vitað í til dæmis íþróttaklefum sem eiga að vera, þú veist, það på hreyfingu sem barn og vera í félagsskap á að vera jákvæður hlutur, en innan keppnisandan sem þrífst þar, þá hefur þrifist rosalega erfið menning, en frekar en að við kallmenn séum bara, já, það er rétt. Hvernig getum við verið aðeins meira empathetic, þú veist, við krakkana sem að æfa og búið til heilbrigðara samfélag, þá fer fólk bara í vörn, eins og gaurinn sem var að öskra þarna á stelpuna í handbolta, að þegar hann var gagnrýndur fyrir það að vera literally með andlegt ofbeldi, þá var bara flokkur af gaurum sem eru bara, nei gaur, þetta er geggjað, og í hver skipti sem við förum að nálgast þennan innbyrðis út af því að, sko, helstu gerendur kallmanna eru aðri kallmenn, skilurðu. Eru aðri kallmenn sem eru orðnir ofbeldisfullir eða eru að beita andlegu ofbeldi eða annað, og það er alls ekkit allir kallmenn, en það eru aðalega kallmenn sem eru að beita aðra kallmenn ofbeldi, og mér hefur verið mjög and þetta málefni. Ég átti sjálfur erfitt uppdráttar sem úlingur, ég var rekinn úr grunnskóla, þú veist, ég var bara í rugli og neyslu sem úlingur og ég fjall gjörsamlega til hliðar. Leiðin mín að því að eiga síðan stabílt og heilbrigt líf var að finna samkenndina mína og empathíuna mína og geta átt heilbrigt samtal og geta skilið það. Ef við tökum sem dæmi svona ákveðin bara, hvað segir maður, self-enforcing thing sem er mjög augljós fyrir mér akkurat núna, að það er mjög mikil múslima andúð í karlægu íslensku samfélagi í dag og hún kemur að miklu leyti, hún er innflutt að miklu leyti að utan. Við erum landamæralaust land, við erum eyja, skilurðu. Við erum með, þú veist, 0,1% Íslandinga sem eru hælisleitendur hérna. Þú veist, ég veit ekki hvert nákvæmt hlutfall múslima er á Íslandi, það er ennþá tiltrúlega lágt. Ástæðan fyrir að við sjáum aukningu í hælisleitendum frá Arabaríkjum eru árásir vestræna stórvelda á þessi ríki og síðan mæti ég á mótmæli því að mér líst ekkert á það, ég vil ekkert fá eitthvað flóð hælisleitendingað og ég mæti á mótmæli og ég krafst þess að ríkisstjórnin okkar taki sér skýra afstöðu gegn svona skala massa ofbeldir sem framleiðir félagsvandamál og þá er ég líka vandamálið frá hópnum sem að, þú veist, fólki sem er að reyna að berjast fyrir því að ríkisstjórnin okkar taki sér afgerandi afstöðu og spyrni gegn því að það sé verið að framleiða hælisleitendur sem að koma með tráma, það eru alls konar vandamál sem að fylgja fólki sem kemur frá stríðshrjáðum svæðum og þegar ég reyna að beita mig fyrir þessu þá fæ ég sama hópinn á móti mér sem að hatar hælisleitenduna. Skilurðu mig? Og þetta er rosalega mikið svona self-enforcing atriði þar sem að það verður bara, þú veist, þetta er oft kallað einhverju innhópar og úthópar og það eru bara teknir minnihlutahópar. Ég meina hvað, trans eru svipað 0,1% af samfélaginu, fattaru. Og þú veist, transbörn fæðast ekkert almennt hjá hérna samkynhneigðum foreldrum. Transbörn eru bara í eðlilegu hásóldi og allt í einu fyrir barnið þetta að tala um það. Ekki hætta, en hérna, þetta er voða gaman ef við getum bara haldið okkur við eitt efni í einu því að við komumst alveg yfir margt en ef þetta er svolítið svona flóð af mörgum umræðefnum sem að... En þetta er svo samtengt, þú sérð eins og vídeóið sem dregur okkur hingað, það er myndband þar sem ég er að gaggrýna sko, digga stuðningsmenn Elon Musk og Donald Trump sem eru öfga hægri menn. En Pétur, þú notar orðið aumingjar, þannig að þú kveiktir ákveðið bál þarna í þeim sem að upplifa sig sem aumingja innan ákveðis mengis. He said type of stuff, en við skulum svolítið alveg hafa það á hreinu að vídeóið þar sem ég kalla fólk aumingja er svar við fúkyrðum í kommentakerfinu mínu. Það var ekki ég að bara álast út í loftið, fattaru. Það er dýnamík í gangi við ákveðin hóp kallmanna. Og þú veist, aftur líka, ég ræði réttindi kvenmanna á internetinu og ég fæ eiginlega bara að ræða kallmann.
í kommenti mín. Það eitthvað skrítið að gerast þar, skilurðu. Og það sama, þú veist, það alltaf case in point, þú þurft að segja hvort getum haldið okkur við eitt málefni. Bara í einu, við getum alveg farið yfir. En þetta allt svo ótrúlega samtengt. Og þú veist, að við ætlum að ræða réttindi karlmanna og við náttúrulega við erum kannski herrlaus þjóð, en við verðum fyrir svakalegum áhrifum til dæmis frá Bandaríkjunum, sem eru með herskyldu. Bandaríkin, þau verða að viðhalda ákveðnum ofbeldisfullum hugmyndum og bara hernaðaríki. Þannig að augljóslega hlýtur viðhorf okkar til ofbeldis stórríkja að spila rosalega inn í það. Okkur finnist við þurfa að vera, þú veist, ef ég alvöru maður, þá þarf ég að vera fucking tilbúinn, skilurðu. Og þú veist, og þetta bara mjög beneficial fyrir, þú veist, auðvaldið og ríkið sem þarf á bara diggum kallmönnum að halda í sínar orrustur. Það bara rosa mikilvægt að við séum ekki að fara að sýna of mikla empaþíu, því að við þurfum að geta verið með úthopa. Svo ég geti farið hérna vopnaða hríðskotabyssu inn í eitthvað þorp í, þú veist, á Miðausturlöndum. Það ekki sjans að ég geti gert það og verið að finna svaka samkennd með þeim sem ég að herja á móti. Og þetta speiklast auðvitað hingað inn. Þannig að á stóru myndina litið þá þetta náttúrulega bara samofið samfélagslegt fyrirbæri. Sko, ég ekki sammála svo mörgu þarna. Í fyrsta lagi ég ekki sammála því að það sé bara einhverjir öfgahægri menn sem að kusu þessa aðila. Þú getur ekki með góðri samvisku kallað helmingina Bandaríkjunum rétt rúmlega helmingi. Þeir tveir ég vil meina sko þeir skipti ekki máli í þessu samhengi. Það sem að skipti máli í þessu samhengi, tökum bara dæmi. Mér langar að taka dæmi sem liggur nær. Þegar að frambóðið hjá henni Kamalu til þessum dæmi sáu það að karlmenn voru ekki voru að styðja í yfirgnæfandi meirihluta hinhópinn. Hvernig komuðu þá og reynda að höfða til þeirra? Þeir komu og reynda að höfða til þeirra þeir ættu að kjósa til að fyrir konuna sínar. Það var ekki, þú veist, strákar, þú veist, það var alltaf, þeim gert alltaf verið að gera þeim ljóst meira og meira og við getum alveg þrætt fyrir hvort að þetta sé bara væl eða eitthvað svoleiðis, en það bara staðreynd, þannig sjá þeir þetta. Það alltaf verið að setja þá í besta falli annarsætið. Oftast þriðja kannski fjórða á eftir öðrum hópum. Þeir eiga að þegja að þér eru þetta er orðið bara, þú veist, þetta var svona fyrir 20-30 árum. Þetta ekki svona lengur, býta aðeins. Og þeir frambóðið ákveður að nálgast á þann hátt að segja þeim að kjósa þetta, ekki vegna þess að, þú veist, við ætlum að gera eitthvað fyrir ykkur, heldur, þú veist, bara kjósa þetta svo að, þú veist, þá eru þið góði við aðra. En það enginn að fara að koma og vera góði við ykkur og karlmenn ekki þessi hópur sem eitthvað samansafn bara af einhverjum, þú veist, trukkum sem eru bara, þú veist, geðveikt góðið með sig, uppfullið sjálfstrausti og monti. Þetta orðið, þú veist, þú bara að tala um einhvern allt annan hóp sem ekki til lengur. Já, einmitt, en við erum náttúrulega að tala um ákveðin hóp karlmanna. Þú ekki með alla karlmenn inn á þínum plattformi. Nei. Það ákveðið kóhort af karlmennum sem sækist í þenn plattform. Og mér finnst áhugavert að þú talar um að það sé verið að segja karlmennum að þeir eiga að þegja. Ég hef aldrei á æviminni séð karlmenn fá að komast upp, karlmenn í opinberum stöðum, fá að komast upp með bara annan eins kjaft og fúkirði og árásir á einstaklinga og stofnanir og minnihlutahópa, gjörsamlega bara lygar. Ég hef aldrei séð annað eins ekki einu sinni í sögubókunum leiku við. Þannig að mér finnst smá þversagnakennt að sjá menn eins og Trump og Elon Musk gjörsamlega vaða uppi og gera nákvæmlega það sem þeir sýnist og segja nákvæmlega það sem þeir sýnist. Síðan sé ég náttúrulega það sama, speglast í íslensku samfélagi auðvitað á minni skala, en ég meina þú sér bara hvernig Sigmundur Davíð fer með sitt mál núna í aðdraganda kosninganna sem var að hann bara staðhæfir alls konar hluti hælisleitendur og innflytjendur og þú veist, ég miklum tíma í að rýna í þessar staðhæfingar og þetta var bara algjörlega ekki á rökum reist og það var voða lítið verið að tjekka fólk af en ég bara sé ekki alveg hvað þú ert að koma þarna. Já, það sem ég að koma að við erum að tala um það að nú búið og eins og segi, mér alveg sama að hóta fólk hvað sem fólki finnst um það. Það ekki hægt að þræta fyrir það að bara, þú veist, það búið að vera opbóðslegur áróður með gegn bara kallmennsku bara þessum svona, þeir verið að tala um hvað maður segja, hefðbundna kallmennsku. Þegar þú segir áróður, í hvað ertu þá að vísa? Hvers konar áróður? Ég að meina bara að það búið að nokkurn veginn bara demonæsa þetta á netinu og þetta bara með í gegnum svo mikið af miðlum, svo mikið af umræðinni
og bara það hvaða aspekt af því að vera karla því nú eru karla mjög ólíkar týpur ertu þá að meina þessa hörsku svona, við erum að tala um svona hægri íhaldssemi þetta svona harlinn fyrirvinnans og einmitt þungur og brún og sýnir litlar tilfinningar eða hvað erum við að tala um? Sko, ég myndi bara ef við verum að ræða þetta við förum bara niður í minnsta level, tökum bara dæmi skólakrakka. Þegar strákar til dæmis byrja bara basic, þegar strákar fara að fá testosterón, þá eiga þær til að sýna af sér alls konar hegðun og það er alltaf verið að reyna að bæla þessa hegðun niður hjá þeim, í staðinn fyrir að finna henni heilbrigðan farveg. Og þetta ég hef unnið sem kennari, ég hef unnið á leikskóla, ég hef alveg séð hvernig þetta er og ég hef verið eini karlkynskennarinn þar sem ég var að kenna og ég hef alveg séð þessar öðruvísi aðferð. Það er alltaf verið að reyna að bæla niður það sem þið finna í staðinn fyrir að finna því einhvern heilbrigðan farveg. Það er það sem ég er að tala um. Og þetta er bara svona kraftur sem að þú getur bara bælt hann niður viss lengi og þeim mun meira sem þú reynir og þeim mun bara öfgafylli aðferðir sem þú reynir að gera það, þeim mun harðar kemur svingið tilbaka. Þetta ég heyrði grínlaust þessa orðræðu frá bara landsþekktum konum sem var að koma í viðtal þegar voru að spurða bara hvað, er í lagi að tala svona kallmenn bara að því að þeir gerðu það einu sinni og svarið var já hjá sumu þeirra. Og ég vil meina að þetta sé bara, þetta er afleiðing af þessari, þetta er bara að þú ert með teygju sem þú spennir, þeim mun meira sem þú spennir hana, þeim mun meira verður slagið í hinátt en þegar þú sleppir henni. Ég er ekki að segja þetta sé í lagi, en það er nauðsynlegt að skilja afleiðingarnar. Það er búið að í rauninni svona verið að hálfpartinn reyna að bæla hennan hóp niður og það er ekki hægt. En er það ekki einmitt afleiðing þess að konur og minnihlutahópar hafa, fundist þau vera kúguð af körlum sem þau vissulega eru að stærsta hluta við rýnum bara í tölur að því að gerundur ofbeldis eru kallar í bara langstærstum hluta í öllum skilningi þess orðs og það er eitthvað sem við ættum öll einhvern veginn að vilja uppbreyta. Við ættum auðvitað að vera að skoða, eins og talar um teygjuna, þú spennir hana í eina átt og hún skýst í hina og ég meina þá skýst hún og verður spennt aftur tilbaka og þannig að það sem við náttúrulega viljum kannski leitast mest við að gera hér í dag er að getum við ekki fundið eitthvað svona sameiginlegan grundvöll. Það hlýtur að vera eitthvað skonar, við getum einhvern veginn svona sæst á það að við erum rosalega ólík öll innbyrðis en óvinir okkar eru einhvern veginn ekki samfélagið okkar. Nei. Heldur það þeir sem kannski ráða því? Mér fannst rosa svona áhugavert og það kjarnaði alltaf þetta og mér langar bara að segja það er alveg margir sem munu segja að ég sé að gefa eitthvað, að þetta sé að gefa plattforma á einhvern hatur að við séum að eiga svona samtal og það eru alls konar skoðanir á því að við séum hér að tala saman en ég genuinely trúi því að það er snertiflötur sem að getur verið, reality check fyrir alla. Fattarðu, við erum ekki auðvaldið. Við erum ekki við erum verkastétt á Íslandi, alveg upp á Íslandi. Við erum partur af sama samfélaginu. Þegar hann Snorri, miðflokksmaður, það var ríl sem var eitthvað væral með honum, þar sem einhver er að tala, hann er að tala um fæðingatíðnina sem er lág á Íslandi og óþólandi maður fyrir barnamálaráðherra Ásmundur Einar hann skýtur inn í þurfum ekki bara að fá fleiri innflytjendur og það er fáránlegt atriði og ég sjálfur mjög triggered af svarinu frá honum. Þetta er galið, við getum séð Kanada, við getum séð hvernig það fer að reyna að kompensata fyrir fæðingatíðnina með að flytja inn vinnuafl sem við vitum að verður síðan bara brotið á að markaði hvort þið er allavega og Snorri hann grípur í þetta, nema hans take er bara einmitt og svo náttúrulega réttlæta hælisleitendur skilur og umræðan fer síðan þetta var ég var næstu því komin í alignment skilur þetta er fáránlegt hugarafl það að við séum, ef við ætlum að ræða til dæmis hluti þessu útlendingavandamál og annað við erum að flytja inn massan af vinnuafli sem er að vinna við ekki góðar aðstæður og það er ítrekka brotið á mannréttindum þessa hóps þannig við flytjum inn ógeðslega ódýrt vinnuafl frá Austur-Evrópu. Þetta eru kallar sem að upplifa sig líka innan kerfis óbúslega brotna og litla og er brotið á það er náttúrulega bara sturlaðir hlutir að gerast ef við ætlum að ræða réttindi karlmanna og strákurinn sem að lést inn á Stuðlum
út af hann var að kveikja inn í herbygginu sínu. Þú veist, það eru bara stuðlar yfir höfuð. Fáránlegt mál. Þetta er skelfilegt atriði. Þetta á ekki að geta gerst. Enginn verið dreginn til ábyrgðar. Og það sama þegar núna fyrir 2-3 árum síðan þá deyr verkamaður sem er í ólöglegu húsnæði sem að einhver verkamannaleiga eða eitthvað er að sjá og við sjáum þetta er bara leitir úr mannsal, skilurðu. Það er einn parti vandans og síðan er það að við erum að flytja inn ódýra vinnuaflið ekki til að byggja viðráðanleg heimili, skilurðu. Þetta eru miklu leyti einhver hótel og þær íbúðir sem er verið að byggja eru sko í hærri varðflokki og í eigu fasteignafélaga. Peninga fyrir ákveðna aðila. Þú veist, hérna er vandamál sem er að hafa áhrif á alla, bókstaflega alla, en einhvern veginn þá tekst pólitískri umræðu alltaf að taka þetta yfir í jaðarhópa sem eru raunverulega ekki að taka samfélagið okkar oft track og mjög oft þá allavega eins og ég sé þetta svona utanfrá, þá reki ég þetta í hugmyndina einhvern vókisma og hugmyndin það, til dæmis eitthvað sem ég sá að það var einhver sem sagði að ég væri í framboði fyrir vinstri græna í kommentakerfinu í gær. Ég hata vinstri græna. Íslensk vinstri pólitík eins og allir já, eða þú veist þetta bara demokratar skilurðu og republikanar sem er mjög skýrt úti og mjög skýrt hérna heima að þetta eru einstaklingar innan kerfis sem ekki með að hafa okkar í brjósti einstaklingarnir eru ekki með að hafa okkar í brjósti annar hópurinn, hann notar hatursáróður og hinn reynir að spila á empathíu og það er bara staðan, þess vegna eru demokratar með LGBTQ, við elskum mannréttindi en samt er rosa takmarka framlag til mannréttinda samt sprengjaðu Gaza já, nákvæmlega, samt sprengjaðu Gaza og þarna er að myndast allavega finnst mér mögulegt svigrúm fyrir bara okkur samfélagsþegna til þess að setjast niður við borð og segja er kannski verið að spila á okkur öll skilurðu, er kannski búið að vera að ljúga af þeim sem hafa verið aðhylst íslenska demokrata kannski búið að vera að ljúga þeim öryggið þeirra í samfélaginu og raunverulegan ásetning ákveðna reglna viðskipti og fleira sem hefur verið að blóðmjólka okkur hérna út og okkar lífsviður væri. Þú veist, við erum þjóð sem ætti að treysta, Norðmennirnir treysta á olíuna sína. Hvað segirðu þetta, Jón? Sko, ég er algjörlega sammála sem með meðferð á erlendu vinnuafli. Ég hef verið trúnaðarmaður á 3 vinnustöðum sem ég vinnið á. Og ég sá til dæmis í eitt skipti það sem og við vorum sammála það, ég og annar að voru pólskir, mér minna að voru pólskir verkamenn sem voru látnir sofa í byggingavinnu í húsnæði sem það var svo ófullbúið og það sagði einhver að ef þú hefði komið staði einhver væri að halda hunda við þessu aðstæður þá allt orðið brjálað í samfélaginu. En að því þetta voru þessi gæjar þá var enginn að segja neitt. Ég bý ekki til afsökun fyrir svona og það hingað að koma ógeðslega mikið af harðduglegu fólki. Og þetta er ekki fólk sem að þú ert almennt að sjá neina vera að tala. Mér finnst rosalega óheiðalegt þegar verið að rugla saman ákveðnum hópum. Þannig að ég er algjörlega með ykkur þar. Og þetta er bara hlutur sem að fólk sem kemur hérna með góðan ásetning, það bara, En er eitthvað mikið af fólki sem kemur hérna með slæman ásetning? Sko, við tökum bara það sem að polarisingin hefur verið vest. Mér langar að segja til dæmis við erum allir sammála það, eða öll sammála það, auðvitað viljum við betra samfélag. Ef við einföldum hlutin niður á sitt allra einfaldasta level og þá ætlum ég að taka bara 2 algjör öfgardæmi þegar vegna þess að þú varst að tala þetta Snorra á Ásmund, þá sérðu til dæmis, þú sagðir, ég var næstu komin, þarna með Snorra, svo þá sérðu hvað aðferðafræðin er mikilvæg, hvernig við tölum hlutina. Já, og líka bara hvað talað það er náttúrulega það að hann fór úr einu yfir í annað, þar mista mig, sko. En tökum dæmi með hvernig þetta hefur verið höndlað umræðan. Það er nefnilega, það er alveg til fólk sem að tala að þú færði inn aðila frá bara tökum dæmi, Pakistan, ég ætla bara að taka þessum dæmi. Og Pakistan er til dæmis rosalega tvískipt land. Þar búa aðila sem eru hámenntaðir verkfræðingar, læknar og allt það fram til göttunum. En það er líka stór hluti sem eru bara, það sem við myndum bara kalla náttúrulega bara villimenn, sko. Og mér er alveg sama hvort eitthvað sé ekki sammála því. Þetta er fólk sem býr í þorpum. Það var aðili sem að bara sem dæmi, það eru nýlega fréttir frá Pakistan, það var einhver sem var sagður hafa brennt Kóraninn og það var bara rifið niður lögreglustöðin, farið með hann á torg og kveikt í honum. Allt þorpið tók þátt í þessu. Þú veist, það eru margir svoleiðir staðir í Pakistan. Ok, ég ætla bara að taka dæmi núna með Við verðum að staldra við það að kalla fólk villimenn. Það er til dæmis aldrei í lagi, því að nú kemur ykkur óljós saga ég meina land með alveg gríðarlega sögu, Pakistan og
þú veist, það er einhvern veginn, þú veist, það er þetta sem að mér hugnast ekki. Það er hvernig við tölum fólk. Og þú veist, alveg svo þú segir, ég þoli ekki hvernig talað karlmenn og þú segir, og sama skapi, ég þoli ekki hvernig talað karlmenn en þú veist, og konur, en þú veist, þá ætlum ég að, það er bara þetta. Við erum hérna með fólk sem að kemur hérna í sárri neyð og það eru nú ekki margir sem koma hérna sem hælisleitendur frá Pakistan til dæmis. En fólk kannski flytur hingað því það langar það og hefur sannlega rétt til þess ef að það hefur áhuga á því. Þetta samtal að tala brúnt fólk sem villimenn. Nei, þetta er ekki heiðalegt. Ég sagði það eru aðilarna sem eru og haga sér og eru með trú sem að þú bara myndir kalla sem villimenn. En líka hér það er við bara, þú veist, ég meina það var hérna fyrir fáunum árum síðan þá var hérna bara á Stokkseyri viðbyrðslegt mál þar sem að það voru menn sem tóku annan og héldu honum föngunum í þú veist, bara einhverjar vikur þar sem þeir pyntuðu hann og kveiktu meðal annars í honum. Þú veist, þetta er bara, þú veist, ég meina það er endalaust svona ofbeldi í þessu samfélagi, þannig að við getum einhvern veginn ekki sagt bara eitthvað þau eru ógeðsleg en við erum æðisleg. Nei, þetta er samt ekki, það var ekki það sem ég sagði. Ég sagði það væru til hópar sem að væru eins og villimenn. En hérna líka? Já, það, sko, ég er að tala að þegar þú getur menningarlega aðgreining er Nei, sko, af því að villimennskan er ekki bundin við sko menningu eða húðlit. Ef við ætlum að tala um einhverju villimennsku. Hún er bundin við menningu, hún er ekki bundin við húðlit. Nei, það er engin ofbeldismenningu þá, já. Já, fyrirgeðu, ef menningin þín leyfir það að þú veist, allir í heilum bæ fari og brjóti niður lögreglustöð og til dæmis dæmið, það er kona sem heitir, það er hræðild myndband á netinu, það gerist líka, ég man ekki hvort það var í Afganistan eða Pakistan, hún var sögð hafa brennt kóran, hún hafa farið með hann út á götu, allt þorpið, allir kallmennir í þorpinu tóku þátt í þessu, fórum hann út á götu, börðana, grýtti hana steinum, kveiktu svo í henni þangað til hún dó. Og þá var það einhver einn gæi sem ég ætla að fá að klára svo, einn gæi sem að hann skuldaði henni pening. Ég vil segja munurinn á því þegar þú ert með 1 eða 2 ofbeldismenn sem að gera þetta, það er þegar þetta er bara partur af því sem að þú lifir í. Já, en þú ert að tala um eitthvað svona óstaðfest heimildir fyrir því að það verði, þú veist, ofbeldi kalla gegn konum, en þú veist, ég meina, þetta er kallar að beita konur ofbeldi. Já, maður ekki bara skjóta þetta inn að núna var ég í gær að lesa skýrslu Telegram-grúpu sem er vestræn og alþjóðleg, þar sem að 70.000 vestrænir kallmenn er að deila ráðum það hvernig þeir geta byrlað konunni sinni og nauðgað henni og bjóða mönnum að taka þátt og deila myndböndum. Hvað myndur þú kalla þessa menn annað en villimenn? Ég veit ekki af hverju ég ætti að kalla það á villimenn, ég myndi kalla þetta stórt vandamál í samfélaginu. Ég veit ekki, ég græði ekkert á því að fara að taka þennan hóp og að úthúða hann og þú veist, íta honum þannig út úr umræðinni að segja bara við afskrifum, bara drepum það alla, þá bara kemur vandamálið aftur upp. Það var ekki það ég sagði. En þú skilur, að afskrifa þá sem villimenn. Og við tölum 70.000 menn sem að voru í WhatsApp-grúpu sem að var upprætt daginn í tengslum einmitt við þetta mál, þar sem að var verið að kalla eftir ofbeldismyndböndum af körlum beita varnarlausa konur einhverju nauðung. Þannig að þú veist, sko, þú veist, ef við erum að tala um villimennsku, þú veist, þá er þetta ekkert síður villimennska. Ég meina, ofbeldi er bara þetta er ekki síður villimennsku. Þú veist, við getum öll verið sammála um það að ofbeldi karla gegn konum er raunverulegt vandamál. Og þá skiptir engum tógum hvort þú sért frá Pakistan eða Íslandi eða Frakklandi eða Ameríku eða hvar sem er í heiminum. Þetta er bara vandamál. Mér langar að byrja á að eins og ég ætlaði að byrja að gera, taka hlutina niður í sinni einföldustu mynd. Ef þú segir ef þú ert með 2 aðila sem er að segja sitt hlutin, annar er að segja að allir hælisleitendur séu bara morðóði glæpamenn. Það er náttúrulega bara lygi í þessa átt. Og það er örugglega einhverju sem trúa því. En svo ertu með annar hliðina sem að segir það er ekkert að gerast. Það er engin vandamál sem fylgja þessu og ef þú segir þessi vandamál sem fylgir þessu, þá ert þú bara hægri aukamaður og þú ert bara algjör óþokki. En nú erum við ekki að segja það um mig. Ég ætla að taka dæmi um það. Guðmundur Ingi, heitir ekki Guðmundur Ingi sem var hjá Vinstri grænum, hann var félagsmálaráðherra eitthvað svoleiðis. Guðbrands. Já, hann fór og var að segja þegar og ég þekki fólk sem á stelpur sem voru á svæðinu og svona, hann var að segja það er engir að áreita unga stelpur í strætóum í Ásbrú og Reykjanesbæ. Bara sem dæmi. Minnihluti og allt svoleiðis, að þegar þú ert búinn, þú ert með 2 bara algjöralegar, nú ertu búin að sanna önnu lygin
að, þetta er lygi. Þú veist, þegar þú veist af dæmi, þú eru séð sjálfur, fólk nákomið þér aðeins svo treystir, það er búið að sína fram á, þetta er lygi. Það eru einhver vandamál sem fylgja þessu. En það eru vandamál sem fylgja því að karlar beita konur ofbeldi. Það er punkturinn. Ég er að tala ef þú ert með þessar 2 lygar og þú málar enga milliveg, þú neitar að sé til millivegur þarna, nú ertu komin með aðra hliðina sem er bara búið að staðfesta, þetta er bara lygi, þetta er ekki satt. Þá fer fólk frekar yfir í hina hliðina ef það er ekki boðið upp á neitt milliveg. En hver er að neita því? Þú veist, núna hefur lögreglan sem dæmi. Hver er að neita því? Já, ok, hlustaðu. Núna... Ég var að gefa það gott dæmi. Félagsmálaráðherra kom með yfirlýsing í dagblöðin. Það er ekkert í gangi hana. Fólk sem er að tala um þetta, þau eru bara að ljúga þessu. Hann sagði þetta ópennilega. Getum við fundið referensið í hann? Hann er reyndar bara einn ábyrgðarlausasti maður í heiminum og við getum alveg, og við getum mislíkað hann saman. En mér langar að benda á það. Núna gefur dómsmálaráðuneyti í samráði við MBL gefur út tölfræði í fyrra. Það sem þau segja, 75% gæsluvarðhaldsfanga eru á erlendu brotnu. Ok, þetta er bara, búm, staðhæfingin sem er þarna. Síðan opnar þau greinina og þú skoðar gögnin sem þau bjóðu upp á, sem er takmarkað. Það er að gefa okkur ekki heila innsýn inn í gögnin. Þau gefa okkur þessa tölu og síðan sýna þau okkur topp 5 þjóðareinkennin. Og ég sé að þannig er palestínski menn í 5. sæti. Og ég var að hugsa, hvernig getur það tölfræðilega gengið upp að 75% fanga, gæsluvarðhaldsfanga, séu á erlendu brotnu og ég sé palestínska menn í svona háu hlutfalli að þegar ég fer að grænslast fyrir þetta, þá er lögreglan að taka þetta saman tölfræði, þú ert tæknilega í gæsluvarðhaldi þegar þeir eru hent úr landi, þannig að þeir taka þetta saman, þau pakka þessu upp og þau reyna að búa til ótta við þetta. Að samaskapi þá er vísað í glæpastarfsemi á milli einstaklinga hérna í Danmörku og Svíþjóð og Íslands, að það er að vera mikill flutningur, en eina sem þau hafa borið fyrir sig þarna er að það sé einn drengur sem hafi mögulega verið sendur hingað grunaður að eiga að stunda þessa starfsemi. Þú veist, allir sem að þekkja til, þú veist, hvað við að kalla þetta underbelly Ísland sem að er, þú veist, undirheimarnir, við vitum að þetta er ekki frá Palestínu eða þetta er Austur-Evrópa. Þetta er Austur-Evrópa, þaðan við erum ekki ósammála þar. Einmitt. En þarna er augljóslega einhver pólitískt narrativ til þess að reyna að dehumanæsa ákveðið vandamál sem að er vissulega til út af hernaðarlegu ofbeldi Vesturríkja og það er verið að reyna að fá okkur til þess að upplifa það eins og að fólki sem sé að flýja þessar aðstæður sé óvinnurinn. Og það sama með, fyrst þú nefnist á Pakistan, að núna er Elon Musk búinn að vera mjög mikið að pússa þessu eldra máli pakistanskan skipulagðan barnanýðingahóp. Og ég var bara að skoða tölfræði í dag þar sem að það er mjög skýrt að þetta eru undir 10% skipulagðra hópa með þannig upp 90% skipulagðra barnanýðahópa í Englandi eru hvítir kaldan. Og þetta kemur svona aftur að því sama, þú veist, at the end of the day þá er þetta sem í sama kohortið og það að ætla að brjóta þetta upp eftir ethnicity er daldið svona skrítin nálgun eins og María segir, vandamálið er ofbeldi gegn konum, ofbeldi gegn börnum og ofbeldi gegn karlmönnum frá öðrum karlmönnum, skilurðu, en það er ekki beint ethnicity og þeir sem eru kannski hvað mest að tala um að það sé það er þessi lygi á móti þessari lygi og það er engin millivegur. Ég held að ég þekki ekki eina einustu manneskju sem er að vinna að réttindabaráttu fyrir hælisleitendur sem að talar ekki miklu máli um það hversu mikilvægt það er að taka utan menn með áfallastreituröskun sem koma að stríðsvæðum, hversu mikilvægt það er að við förum ekki fram úr þeirri burðargetu sem við höfum til að taka á móti slíkum mönnum. En það hefur okkur tekist ágætlega til, skilur ekki til fullkomið og hluti gerast, aflaust eins og á Reykjanesinu sem eru óþægilegir þar sem við setjum upp bara einhverjar svona nánast bara flóttamannabúðir í blokkunum þar, skilurðu, og bara maður gagnrýnir það, en þú veist, það er rosa margt sem að ætti að setja ákveðna viðvörunarbjöllur í gang og þú veist, þú ert ekki uppruni þess að fólk noti orðin svo villimenn eða þú veist, dehumanization á þennan hóp, það er bara actively. Þetta er ekki á þennan hóp. Við erum að tala um, ef þú ferð, tökum dæmi núna, það eru hópar, ef þú færir í þorp út á landi. Ef ég og María færum saman í þorp út á landi og María myndi gera eitthvað sem væri ekki samfélagslega samþykktar. Sem að gera mjög oft. Ég hef að stekja það. En þá getur ekki
þá myndi engum dett í hug að hún yrði bara fyrir aðkasti einhverja kalla át í bæ sem myndi bara koma að berja hana og þeim mun verra. Sko. En ég verð alveg fyrir því aðkasti frá alls konar köllum, bara á veiminum í gegnum lífið. Bara óbeldi ekki að konum í íslenskum afskektum bæjum, það alveg, that's a dark subject. Það það, en við erum samt að ræða, við verðum að skoða þetta á þann veginn, að þetta er samt ekki samfélagslega samt. Af því að ég leitaði af ummælum félagsmálaráðherra fyrirverandi. Ég finn ekkert tiltekimál, en ég finn hérna sem eitthvað sem er svona vísar í áttina. Þetta er þegar að Jón Gunnarsson er dómsmálaráðherra. Þetta er miklu eldra. Og byrjar að kynda í svona ákveðnu ófriðabáli, má segja það. Talar að það sé verið að yfirbjóða á leigumarkaði. Vinnumálastofnun sé að yfirbjóða leiguíbúðir undir hælisleitendur Reykjanesbæ og fólk þurfi frá hverfa sem eigi heima þar fyrir. Þetta auðvitað hljómar frekar illa. Þetta gerðist ekki. Hérna stendur bara á vísi. Vinnumálastofnun er ekki yfirbjóða fólk sem hefur farið úr húsnæði, sem Vinnumálastofnun hefur tekið á leigu og farið í húsnæði á sama verði. Við verðum að tala varlega og halda okkur staðreyndir, segir hann. Önnur saga sem flogið hefur á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum segir að hælisleitendur hafi árítt íbúa við verslanir Reykjanesbæjar. Margrét bæjarfulltrúi sagði dæmi það en hafði sjálf ekki orðið vitni af slíku áreiti. Sögunni fylgdi að verslunareigendur hefðu margir fengið sér öryggisnapp af hræðslu við hælisleitendur. Svo var þetta skoðað, segir Guðmundur Ingi, og það var enginn með öryggisnapp. Og hann ætlar ekki að dæmi hvort þetta séu kjaftasögur eða hvað þetta sé, en hann segir að þetta gæti stafað af hræðslu við fólk af erlendum uppruna. Já. Þetta er allavega keimlíkt þess að ég hafði huga, en þarna sérðu, þú veist, hann er í rauninni að segja að þetta gæti stafað af hræðslu. Þú veist, hvað er verið að segja við fólki sem er í rauninni að lendi í svona aðstoð? Það eru, þú veist, dóttir mjög góðs vina míns. Hún var áreitt af svona gæja, en þess vegna er ég að segja. En hann var ekki áreitt af þessum gæja vegna þess að hann var útlendingur. Hann er kall að áreita stúlku. Sko, það er opaslega erfitt að tala þegar þú ert með það í svona rótgróið í menningaði meja. Við langar að fara inn á pakistansku... Mér langar að fara inn á svara sem er pakistansku gengin. Brjálaðið er bæði út af því hversu skelfilega lýsingarnar voru, en aðalega vegna þess að, og ég get nokkurn veginn lofa því að sú saga er að fara að býtu. Já, en bara með því að vera sífellega að benda á eitthvað, þú veist að þeir eru miklu verri en við í Pakistan. Ég verð að benda á af hverju reiðin þarna er. Já, en punkturinn er þessi að karlar beita konur ofbeldi. Og það er eitthvað sem við viljum uppræta öll saman. Og við gerum það ekki og meðan við bendum á, já en það eru svona hinsegingallar. Þeir eru svona brúnikallar. Reiðin stafar ekki út af uppruna þeirra aðalega núna. Reiðin kemur frá mörgum að þolendu þeirra vegna þess að það er ólíkt þessum hvítu gengjusögutatalum sem stunda þetta líka. Það er yfirhylmingi sem átti sér staði kringu það. Það er engin kaþólska kirkjan, halló. Og erum við ekki öll að tala um kaþólsku kirkjuna? Var ekki alveg risa átak sem að tók á því? Nei. Hafið þið lesið sögurnar þegar það er verið að segja frá því að lögreglumaður, til dæmis það var faðir sem mætti á vettvang í eitt skipti og þið getið fundið opinberar yfirheyslur þetta, það sem er verið að lesa yfir lögreglumönnum. Það er faðir sem mætti á vettvang, 11 ára dóttir hans og önnur stelpa voru inn í húsi, naktar, fullar. Faðirinn var fjallaður af vettvangi. Fyrir ekki röddina. En eitt skipti mæti lögreglun í hús. Þetta eru allt sögur sem er staðfestar af lögreglunni. Já, en hvar finnum við þessu sögur? Af því að nú skulum við halda okkur bara við heimildir. Það er mjög auðvelt. Þú getur séð það er mjög átakalegt myndband frá yfirheyrslum sem að þingmaður er að tala við lögreglustjóra sem er að svara fyrir þetta. Af hverju stóð á því? Hvar til dæmis finn ég þetta? Og hversu mikið heldurðu að þeir sem eru að tálma þessir úlingar sem eru búin að vera að tálma einhverja barnanýðinga, hversu mikið af þeim heldurðu að séu ef ég fæ ekki að klára það sem ég er að lýsa, þá er óbúslega erfitt að eiga samræður. Þú ert að fá að segja rosa mikið. Ég bara biðja að halda þig við svona facts, að því að þú veist þetta er ekki sanngjarnt. Ég er að segja þér, ef þú myndir leita, segðu mér af hverju ég á að leita. Leitaðu bara að því þegar að police chief questioned about why 11-year-old girl was arrested. Bara sem dæmi. Ok, en þú veist, en ég meina við erum að tala um, þú veist, þetta er, bara að segja, við erum að tala um facts.
facts eru, og það eru risa núna, það eru óbúslega rannsóknar að fara í gangi í mörgum stöðu núna, embættismenn hylmdu yfir þessu, aðilarnir sem að voru þarna, þeir hylmdu viljandi yfir með þessum sérstöku gengjum út af því að þau voru af sama uppruna, af sama sömu trú, og þetta voru aðilar sem þekktu hvern annan, þetta voru aðilar sem voru í áhrifastöðum í þjóðfélaginu. Og það eins og segi, það en málið Ég springur ætla að segja hvað kemur hérna upp í Google að því að nú verðum við átt okkur á því að Google ákveðin vél og minn Google algoritmi kannski ekki svo saman á þeim að því að það sem ég fæ upp local police chief accused of asking for sexual favors. Police chief points gun at woman and breaks car window during traffic. Ég skal bara finna þetta og senda þér. Svo fæ ég police chief challenged for statement on what's contributing to sexualization of women in society. Þannig að þú veist, það sem ég fæ upp eru hvítir kallar að beita konur og lögreglur að beita ofbeldi. Ég var að taka undir þetta, núna urðu hlutir mjög heitir hérna og þú upplifir aðeir vegið, en þú ert einfallega að taka athyglinna yfir á pakistanska afbrotamenn og afsakið, við verðum sem bara að benda á... Nei, þetta er ekki heiðal umræða, ég er að segja ástæðan fyrir því að reiðin var svona mikil yfirhylmingi með þessu. Já, en heldur að það Elon Musk spili þessu út á X sem að Hvaða máli skiptir akkur Elon Musk spilar því út? Út af því að Elon Musk valdamesti maður í heiminum og hann hefur gífurleg áhrif á umræðu meðal karlmanna og hann í pólitískum ásetningi að reyna að fá karlmenn til að lína til langt til hægri. Hann augljóslega að gera þetta og hans hagsmunir eru náttúrulega bara frekari auður og við vitum að fasismu og kapitalismi haldast hönd í hönd. En Elon Musk í rauninni skiptir engum máli í þessu. En ef hann maðurinn sem á Þetta er bara, ég ætla bara að segja að þetta er gott dæmi af hverju reiðin myndi halda áfram. Ég gæti farið og fundið þetta og það bara drepur umræðan ég að fara að leita í símanum mínum hérna því ég með þetta inn á Twitterinn mínum. En ef við kannski svona víkjum aðeins frá þessu einangraða máli og við kannski bara svona kjörðum okkur aðeins og áttum okkur á því að við erum í rauninni að tala saman hlutin. Við erum að tala ákveðin ofbeldiskúltúr sem þrífst í samfélagi karlmanna, hvort sem það í Pakistan eða Íslandi eða bara hvar sem í heiminum. Og leiðir til þess að uppræta þetta, bara stöða þetta. Þær eru náttúrulega að mönnum líði vel þegar þeir byrja í skóla, börnum, drengjum. Að þeir upplifi að þeir eigi öryggi og geti treyst einhverjum fyrir tilfinningum sínum. Þeir eigi góðar fyrirmyndir. Við erum öll sammála þetta. Þannig að meginstefið það sama hjá báðum hópum. Við viljum það sama. Við viljum drengjum allt svo gott. Við elskum öll drengi og menn og við hljótum einhvern veginn að geta fundið bara eitthvað svona, þú veist, það hlýtur að vera eitthvað svona sameiginlegur grundvöllur, þar sem við getum beint reiðinni, þessari átakareiði, af því að það var hérna leið og þú snertir á því að þú veist, þú bendir á að en þú veist, brúnikallar og þú veist, Nei, ég bent ekki á brúnakalla. Ég get ekki setið, þetta er óheiðarleg framsetning á þessu, svo að segja. Af hverju segirðu það? Ég bent ekki á brúnakalla. Ég benti á ákveðnum menningum, allar einhver að þræta fyrir það að í Pakistan og Indlandi þrífist hræðileg menning þegar kemur að... Já, en af hverju vilt ekki horfast í augu við að hún þrífst nákvæmlega eins hér? Já, ég er að benda á að þarna það á það í gangi. Ef við getum farið sérstaklega á öðru svæði, getum við alveg rætt aðra hluti. Af hverju erum við að benda á hinn þegar við getum uppbreyta í okkur sjálfum? Og þú veist, við sem samfélagi, við þurfum einhvern veginn að uppbreyta ofbeldismenningu í okkar samfélagi. Þá er einhvern veginn ekki hjálplegt að mér vitandi að benda á einhvern annan sem við það er ekki heldur hjálplegt. Eins og ef að þú hefur lesið AA-bókina, þú veist, þá er alltaf talað að þú veist að fíklar þeir kringja sig oft þeim sem eru í verra ástandi heldur en þeir sjálfir. Vegna þá getið þið bent svona. Já, þetta er samt svolítið það sem ég var að tala um. Ég myndist á ákveðin svæði, ég talaði að Pakistan er rosalega tvískipt land, mönnum er frjálst að þræta fyrir það, ég veit að það er svoleiðis, og ég bendi á þar þrífst... En er það ekki bara ólíkt? Eins og hér? Þetta samfélag er ólíkt. Þetta samfélag er mjög ólíkt, en það er á öðru leveli. Sem dæmi... En þú verður að útskýra þetta annað level. Ok, ég skal útskýra þetta annað level. Í öðru samfélaginu ertu með hámennta fólk sem er sem skal ég segja, ég held að stór hluti til dæmis breska heilbrigðiskerfinu sem mannað af Pakistanum. Bara læknar, það eru verkfræðingar, það eru hjúkrunarkonur, eða hjúkrunarfræðingar, hvað orð sem við viljum nota, kennarar, mikið af þessu eru Pakistanar, stór hluti, afbrigðilega stór hluti eru Pakistanar í svona hámenntuðum störfum. Í Bretlandi. Í Bretlandi.
og það ekkert, þú veist, það ekkert mál því að það ekkert óeðlilegt því að Pakistan ofboðslega tvískipt land. Rosalega stórt. Já, það rosalega stórt og það rosalega tvískipt. En maður sér alltaf, þetta svona mjög skilt umræðu til dæmis Íslam og bara eitthvað svona theocratic patriarkíu sem það að þú sér að þar sem að, tökum Íran sem dæmi, að Íran 1970 var allt annað heldur en Íran í dag, fattaru, og með Austurlöndin fyrir og eftir innrás Bandaríkjanna, þetta himinn og haf, það er rosalega mikil svona, hvað segir maður, samheldni eða annað, neða hvað orð getið notað, það er rosalega mikið correlation. Já, bara svona, já, ég veit ekki. Það er samofið, að ef að samfélag verður fyrir miklu ofbeldi og mikið áföllum og fólk er með kollektiv áfallastreituröskun og ég tala nú ekki ef það eru einhverjir svona, ef þú ert með einhver trúarleg lög eða annað, skilur að þá hlutir verða kúandi. Þeir verða fyrst fyrir minnihlutahópa og síðan þetta fyrir alltaf nær og nær, þá þú bara með klarkana eftir, skilur þú. Þetta er nákvæmlega sama, ef þú skoðar, hvað heitir það, ekki Utah, mormónaríkið í Bandaríkjunum? Utah. Að þú getur skoðað Utah og þú getur horft á Íran og þú getur séð bara svipaða hluti, skilur þú, það er bara sömu hóparnir eru kúaðir og þetta er bara rosa margt sameiginlegt. Þú getur horft á Pakistan sem er bara geopólitískt gífulega erfitt land. Mjög. En ég get samt líka sagt þér að í bara viðhjöfum Pakistan, ég vann með manni sem heitir Abdul, og hann var í fjarvinnu og vorum saman í framleiðslu. Maðurinn var sko með hríðskotabissu inn á skrifstofunni sinni því hann óttaðist það að það gæti brotist út átök. Samfélagið er öðruvísi, það eru ákveðin brotatíðinni hærri þar, það er miklu meira af áföllum, en við erum ekki að tala um að það sé eitthvað afbrigðilegt miðað við hlutfall áfalla í samfélaginu. Þannig að við ætlum að ræða önnur samfélög og bara brota tíðinni innan þeirra samfélaga, þá verðum við náttúrulega að gera það í samhengi við geopólitíska staðsetningu, hvað hefur verið að gerast við samfélögin sem eru þar og þú veist hvað stafar að þessari brotahegðun. Akkurat. Fátækt. Já, þannig, einmitt, fátækt. Og svona lack of resources og ég sleppti og það sem að þú ert að benda á er að á Íslandi þá sérðu nákvæmlega saman hlutin. Að þú ferð upp í Breiðholt eða út í sveit í einangraðri samfélög eða fátækari samfélög, þá hækkar brotatíðnin. Alveg eins og neysla í fíkniefnavandamál þú getur geológískt analysera það og þú getur séð að það bara fer eftir stjættum, fer eftir kynslóðum, áföllum, fullt af hlutum sem spilir inn í þetta, alveg eins hjá okkur og þar. Vandamálið er að karlmenn eru búinir að vera að brjóta á kvenmönnum semi-systematic worldwide. Þegar þú tekur sérstaklega Pakistan í umræðu íslenska karlmennsku til þess að fattar ég veit ekki ég var að taka það í að því að við vorum að ræða það fyrir þáttin og við ætluðum út í pakistansku nauðgunahópa sem líka annað sem gott dæmi að þú veist ég tek því ekki valla eins og það komið frá þér þegar þú ert að tala um Pakistan-málið því að ég er á Twitter líka ég er að fylgjast með umræðunni bæði hjá hægrinu og vinstrinu og hvernig anarkistunum skilurðu og allavega frá mínum bæjadörum séð þá er mjög skýr slóð frá Elon Musk specifically, þú spyrir af hverju það skiptir máli Elon Musk er að kynda áfram rosa mikið af þessari umræðu hann dregur til umræðu á sama tíma og hann er byrjaður að reyna að sölsa undir sér stuðning pólitískan í Bretlandi og Þýskalandi þá tekur hann upp þetta gamla mál og byrjar að básuna þetta upp og að einhverju leyti úr samhengi. Sko, þegar málið er upprunalega tekið upp, það er vissulega margt sem á gagnrýna þarna, þetta er svakalegt mál. Það er enginn að gera lítið úr því. En af hverju gerir Elon Musk þetta? Nákvæmlega. Nú erum við náttúrulega bara komin út í eitthvað sem að ég sagði að þú veist, ég hefur ekki áhuga að ræða Trump eða Musk sem einstaklinga, heldur af hverju hlusta fólk á hann. Já. Það er vegna þess að þegar að eins og kom bara greinilega og ég fór að tala um þetta og það var bara, nei, þetta má ekki ræða. Og ef það má ekki ræða það verður að ræða í réttu samhengi, sko. Það verður að ræða í réttu samhengi. Ég held þessi bara að vera að augra afstöðinni en það er ekki að segja þú megir ekki að ræða. Nei, ég er að meina alla skoðanir sem þú ert með. Já, en þegar að vera að ræða svona hluti, sko það var aðili sem að ég vil endilega á staðfestir þetta að ef að sem að myndist á það að ef þú ræðir fósturforeldra eða stjúpforeldra, þetta sé stjúpforeldra að líkurnar á að barn verði fyrir kynferðislegri misnotkun aukast 10.000%, 100-faldast ef það er stjúpforeldri á heimilinu. Þetta er gaman að þú myndir bara fletta þessu. Hvað myndi ég googla svona cirka? Bara does the likelihood of a child getting sexually assaulted go up by 10,000% if there's a step parent in the home. Þetta er alveg þekkt afbrigði innan sálfræði sem dæmi. Það þýðir ekki að það sé verið að ráðast á stjúpforeldra. Nei.
En þegar þú ert með, til dæmis, ef ég myndi spyrja þig, bara einhver kona í þínu lífi væri á gangi í Frankfurt, bara sem dæmi, Þýskalandi, og þetta var í dimmt húsasund, hvort myndir vilja að hún myndi mæta karlmanni eða kvenmanni? Kvenmanni. Ok, af hverju? Út eða tölfræðilega hún öruggari. Ok. Hvort myndir vilja að hún myndi mæta afgönskum karlmanni eða þýskum karlmanni? Áhugaverð spurning. Af hverju þetta eitthvað tabú? Út eða þýsk menning líka mjög vafasum. Já, við erum bara að tala hreina tölfræði. Já. Ég held það væri sem ég tróði the dice, sko. Ok. Þú veist, hvað erum við upp í Breiðholti? Nei, ég tók sérstaklega hann í Þýskalandi, þaðan kemur... Já, við erum í Þýskalandi. Hún bara væri á gangi þar. En af hverju ekki tabú að segja að þú myndi frekar vilja að hún myndi mæta karlmanni heldur en ákveðum tegunda karlmanni sem líklegri tölfræðilega séð til að fremja brot? Það sem þú ert að segja þarf ekki að vera tabú þó við séum að ögra því. Okay. Og nú ert að stilla upp í eitthvað dæmi þar sem ég er kornert og ég fæ að velja kynþátt mannsinn sem að konan mætir. Þú varst ekki neinu vandræði með að velja kallega konu. En hverju skilar þetta í, þú veist, samtalið samt bara það sem skiptir máli, að köllum líður illa, þeir beita ofbeldi vegna þess að við líður illa? Þetta skilar því að ég spurði 2 spurninga og það var ekkert vandamál að segja að það væri, hann vildi frekar og myndi mæta kvenmanni því að vera tölfræðilega meiri líkur. En hitt var óþægilegt. Já, en ég get ekki dregið ályktun það að Þjóðverjinn sé garantít betra bett. Því að ef við erum í Þýskalandi... Þú getur ekki garanterað hitt. Nei, en ef við erum í Þýskalandi og við ætlum að skoða þá afbrotatölfræði, þú veist, það er mjög vinsælt að fólk fara og vísi í sænska kynferðisafbrotatölfræði. Það er til þýsk hlutfall. En ég fann ekki þetta stjúpforeldrana á 10.000. Okay. Já, ég kannast að hafa heyrt eitthvað svipað, en ég get ekki staðfest það. En allavega, það eru, sko, er ég að fara að vera í útjaðri einhverjara borgar þar sem að það er undirfjármagnað Þú ert bara í dimmu húsasundi, bara algjörlega. En þú fattar að ef ég ætla raunverulega að taka spurningunni alvarlega og ég ætla að segja bara ég sem einhver social analysti ætla að meta hættu ástandið út frá einhverjum breytum og þar með talið það upprunalegt þjóðerni og ég ætla að skoða, ok, locally, hver þá afbrotatíðnin hérna, hver líklegastur til að brjóta á henni, það er yfirþyrmandi local population sem líklegri til þess að brjóta á. Það er bara yfirþyrmandi staðrend sama hvar þú ert. Út af því eins og María er búin að segja 10-20 sinnum hérna að vandamálið eru karllæg hegðun sem að brýtur á kvenmönnum. Sko, og það transcendar national identity eða ethnic identity. Nei, ekki menningu. Það bara gerir það ekki. Þegar þú ert með það bara sko í bókstala á sömu hlutum bara það er ekkert langt síðan að þetta var meira þess að í manni hvort að kom í fréttunum á Íslandi þar sem að aðili nauðgaði konu. Það eru undir 1% kynferðisglæpir í Þýskalandi sem eru af hendi hælisleitenda. Nei, við erum að tala Afgana sérstaklega. Já, bara hælislega þeir og svo eru innflytjendur, það eru það er talað araba og kurda, það er talað ekki Afgana neitt sérstaklega, en það er til inn á síðu þýsku, hvað heitir þetta, dómsmálaráðuneytisins, þá er Þýskaland eitt af fáum, Þýskaland, Danmörk og Svíþjóð er eitt af fáum löndum sem actually heldur tölfræði yfir svona og hún sýnir allstar, það eru ákveðin þjóðerni sem að fremja ákveðna tegundaglæpum í mjög afbrigðanlegum hlutföllum. Já, en það er frægasta svona skýrsla er sænsk skýrsla sem hefur verið mjög básunuð þar sem það var verið að skoða kynferðisafbrotatíðni eftir þjóðerni og þar kom fram að það væri 40% af kynferðisbrotum koma frá koma frá innflytjendum sem eru af erlendu bergibrotnu. Það er sem sagt af þeim 920.000 glæpum sem eru þeir sem eru non-German þá voru 17,8% hælisleitendur og innflytjendur með arabískan bakgrunn. En ég get ekki séð öðruvísi ef ég ætla raunhæft að analysera þetta sem félagslegt vandamál, bara kynferðisbrotatíðni. En það er rosalega lítið, strákar, þetta er ykkur að því. 17% af glæpunum sé frá þeim? Nei, 17% af þeim glæpum sem eru af innflytjendum. Það er, þú veist, að það séu, að hælisleitendur séu bara, það er bara ekki fullkomlega ítakt við fjölda þeirra, sko. Og líka bara þannig að málið er ekki þetta. Hjá karlmönnum
kemur mjög oft út í birtingarmynd ofbeldis. Hvað getur gert til Það að er samnefnari á milli þessara hópa, skilur. Svo við getum nú bara, hérna, af því að nú þarf ég bara að fara að hleypa næsta að. Hvað getur við gert til þess að körlum líði betur og hvernig getum við hægt að, þú veist, stoppa alltaf í þessari sömu dæld, þú veist, við veitum allt of miklu tíma í að einhvern veginn að reyna að tala eitthvað sem skiptir kannski aðeins minna máli. Já, ég til dæmis ég get sagt að við getum byrjaði að tala heiðarlega hlutina. Mér fannst mjög óheiðarlegt hvernig var bara byrjað að stökkva í að tala mjög spesifík hluti sem voru jafnvel teknir úr samhengi og það var strax byrjað að mála upp þannig mynd. Mér fannst það ekki heiðarlegt þegar þú veist aðrir vegið. Mér fannst það mjög ósanngjarnt. Já. Ertu að tala hvað þá sérstaklega? Til dæmis bara þetta að það var stokkið þegar var verið að minnast á þú fórst tala að ég tala svona brúnt fólk. Þetta er ekki rétt. Ég gerði það ekki. Ég talaði ekki, ég talaði að það væru svæði þar sem að væru einfaldlega menn sem að væru og hegðu sér samkvæmt menningu þeirra væru bara svo villimenn. Já, og það er problematískt að tala brúnt fólk með þeim hætti. Það er bara problematískt að tala menningu, mér finnst ekkert að tala menningu og kalla hana bara það sem það er. Þetta er bara barbarismi. Ofbeldismenning er bara mjög slæm. Hún er bara mjög slæm, hún er hræðileg og það sem er kveikt, það sem það er samfélagslega samþykkt en þú ferð alltaf í að ræða aftur eitthvað svona þarnavanda. Við erum að ræða vanda karlmanna. Þetta er máli. En karlar eru hér og nú og þeim líður illa. Nú er ég að tala það sem er samfélagslega samþykkt. Nei, þú truflaði mig. Það sem er samfélagslega samþykkt að kveikja í konum fyrir að kveiki bók. Þar erum við að tala barbarismi. Það voru nornabrennur á Íslandi. Við vitum að Mið-Austurlönd þeim hefur verið haldið aftur frá því að við vitum þessa hluti. Þetta er strámen argument. En við dættum alltaf hérna aftur í sömu grifina. Við erum að tala það að við erum með vanda. Við erum með þann vanda að körlum líður illa í samfélaginu. Og vegna þess að þeim líður illa í samfélaginu, hvort sem að það er í Pakistan eða á Íslandi, verður til þess að þeir beita ofbeldi og þeir fara í einhverja jaðarhegðun og þeir fremja sjálfskaða og sjálfsmorð og þú veist, og þeir eru bara í miklum áhættuhópi fyrir bara ansi marga hluti. Við viljum upprétta það. Þannig að ég spyr aftur, hvað getum við gert til þess að stoppa það? Ef við horfum bara á karlmenn sem eitt mengi, ekki, þú veist, mörg. Þeir eru bara eitt mengi. Körlum líður illa í samfélagi, hvað gerum við til að laga það? Ég meina, það eru augljósir snertifletir, allavega frá mínum bæjardyrum séð. Það er í fyrsta lagi að fjármagn í heilbrigðisinnviði er bara nánast ekki til staðar. Ég myndi segja að það lítur að vera augljós svona grundvallarstaður að strákar eru að leita sér aðstoð og þeir eru ekki að fá hana og ef þeir eru að fá hana þá er hún rándýr. Og þetta á við alla heilbrigðisstarfsemi en þetta er sérstaklega sálfræðingar og annað, þú veist, það er lítið sem ekkert niðurgreitt og bara menningarleg innleiðing á þessum leiðum er bara ekki mjög góð. Hitt er að við hljótum að sjá, sama þó að við séum mjög ósamálaðið mjög margt augljóslega, þá hljótum við samt að sjá það að það eru hagsmuna einstaklingar, að við tökum hluti bara eins og þjóðararðin okkar sem við ættum að vera að hafa hjá okkur og geta notað í að byggja upp samfélagið okkar, að ég sé sömu aðila reyna að hræra í þessum potti, búa til svona aðstæður þar sem að það eru lögð niður ykkur strómen argument svo allir eru brjálaðir. Þetta eru sömu einstaklingar og eru bara að reyna að fucking mergsjúga frá okkar öryggi til þess að búa til auð á toppnum. Og það eru demokratar eins og republikanar. Það er wokeismi eins og nýfrjálshyggjan, skilurðu. Þetta er pólitík sem við erum að taka þátt í og þetta er rammi sem við erum sett inn í til þess að hlaupa í hringi og elta hvert annað. Og ég myndi alltaf halda að fyrsta skrefið að ég virkilega bæta úr einhverju er að fólk geti stigið aðeins út fyrir þetta og mögulega átta sig á því að það verður að blekkja okkur á sama máta. Þú veist, ef ég segi það okkur þá að sem demokrata og republikana. Það er verið að spila á sérstaklega karlmenn, þetta er karlmenn sem keyra áfram atkvæðin, það hefur verið spilað á karlmenn í gegnum samúð og demokratana, skilurðu, og ekki verið að gera það sem er lofað og það hefur verið spilað á karlmenn út frá alls konar stolti og öryggi í gegnum republikana og síðan er bara ég skal leggja allt undir að við erum ekki að fara að sjá betra öryggi fyrir meðal karlmann í Bandaríkjunum. Við erum að fara að sjá betra öryggi fyrir auðvaldstéttina í Bandaríkjunum. Ég skal leggja allt sem ég á línuna, það er staðan og það er
endalaust af olíu sem verið að hella á þetta bál og þetta bara virkilega að fá það sem íslenskt karlagt samfélag ætti að vera væri grjóthart og með samkennd, stæði með konunum sínum og sjálfum sér og myndi recognisa að það er verið að fokka okkur upp akkurat núna. Það er verið að stilla okkur upp í þessi rifrildi með þessa talking pointa, bara divide and conquer. Það er allavega mitt take. Við ljótum að geta skilið það að, þú veist, til að leysa okkar samfélagsstöðu vandamál, þá verður að vera samstaða og við verðum að skilja. Þetta er stéttabarátta at the end of the day. Og það er verið að setja fullt af rugli til þess að tryggera mig, til þess að tryggera þig, til þess að tryggera þig. Það er verið að reyna að fá okkur öll til þess að forherðast ennþá meira á okkar identity út frá pólitískum. Ertu sammála þessu, Jón? Ég er ekkert endilega ósammála, ég vil fara bara miklu læra og ég vil bara við förum að hætta að tala að karlmenn beiti konur ofbeldi því að ofbeldismenn beiti ofbeldi. Ef þú ferð til dæmis, ef þú sérð aðila ætla að fara að berja konunni sinna á sveitaballi, þá eru sá aðili lamin. Ég ætla bara að taka dæmi. Karlmenn, sérstaklega ungi strákar, þeir eru í eðli sínu verndarar. Þeir vilja vera það, þeir kunna það bara ekki. Við erum einhvern veginn búin að glata því að við séum að fá kalla sem vilja passa upp á samfélagið sitt og í staðinn erum við komið með aðilar sem eru bara orðnir reiðir vegna þess að þeim finnst fram hjá sér gengið og þú veist, mér finnst mjög erfitt að ætla að þræta fyrir það. Þennan, þú veist, allt þetta mengi, þú veist, mjúkumennina og hörðumennina og í að ganga svolítið í takt og uppræta sem sagt þennan megin vanda sem er líðan einstaklingsins í samfélaginu. Við fáum það með því að við fáum fleiri karlmenn inn í eins og leikskólakennara og kennslu til þess þurfum að hækka launin því að það er bara staðreynd að þegar laun lækka þá fara karlmenn út úr þeim. Það er bara, þú veist, það þarf að hætta að koma fram við þessa stéttir eins og einhverja gólmóttur. Ég er alveg sannfærður um það. Ef launin myndi hækka þá kæmu fleiri karlmenn. Þannig að þú verður sammála því að það er illa vegið að kvennastéttum. Sko kennarinn og kynbundin launamiðun unnur sé vandamál. Ég gerði ritgerð það var nú bara í framhaldsskóla samt en það var lokaritgerðin mín í viðskiptafræðinni þar, það var að karlmenn fóru úr kennarastéttinni þegar launin fóru að lækka. Það var ekki að launin fóru að lækka þegar karlmenn fóru. Þetta var svona svolítið þannig en það er ekki það sem endilega skiptir máli. Það sem skiptir máli er að 80% af karlmennum sem eru í fangelsi þeir eru með slæma eða enga föðurímynd. Við þurfum að fá jákvæð skilaboð til stráka, við þurfum að hætta að segja þeim þið eigi ekki að verða gerendur, þið eigi ekki að verða ofbeldismenn, þið eigi ekki að verða ógeð, við þurfum að fara að sýna þeim hvað þeir eiga að gera, hvernig þeir eiga að gera og okkur vantar rosalega mikið á svoleiðis fyrirmyndum. Ég ætla bara að vera hreinskilinn með eitt. Ástæðan fyrir að strákar laða svona mikið orðið á hægrinu, það er vegna þess að þeir hafa ekki samúðina og þeir hafa ekki aðila sem að þeim finnst þeir bera virðingu fyrir sem hlustar á þar. Strákar elta fyrirmyndir, þeir gera það alltaf. Ég fer inn í skóla og ég hef verið með strákar sem voru endalaust til vandræða. Ég er strangast í kennarinn á svæðinu en þeir elta mig í einu og öllu af því að þeir finna að það sem ég er að segja þeim og þú veist það sem ég er að leggja þeim reglur, þeir vilja hafa hennan kassa svo lengi sem það kemur frá góðum stað þá elta þeirra og þeir vilja sér talað við þá, ekki þá eða til þeirra og þetta er ofboðslegt vandamál finnst mér vera í samfélaginu og ungi strákar við erum að hætta að predika yfir þeim sem einhverjum forréttinda pésum. Þetta eru strákar sem eru hræddir, eru brotnir, finnst tala niður til sín. Margrét Pála sem ég ber óbúðslega virðingu fyrir henni, hún er búin að tala þetta vandamál síðan 1997 sem að ég fann, hún er örugglega búin að tala það lengur, þá fann ég fyrstu heimildirnar hennar. Hún talar að í skólanum þá eru strákar brotnir niður kerfisbundið vegna þess að námið hentar mikið. Það er auðvelt fyrir stelpur fyrstu árin. Það er erfitt fyrir stráka og svo þegar þroskinn þeirra jafnast út, þá eru stráka komnir það langt á eftir að það er óbúslega erfitt að komast yfir það. En mér finnst þarna að vera bara kjarnaatriði af bara börn og fólk í þessu samfélagi við sjáum þetta eins og einingar á pappír. Og þetta var mér til mikill að trafala, ferli mitt, allt saman. Ég bara ofgreindur og fjölgreindur með mótróa þrjóskuröskun og hitt og þetta og ofbeldisfullur úlingur, skilurðu. En það var enginn að gefa sér tækifæri þangað til að ég fer í skóla sem heitir Norðlingaholtsskóli, sem ég veit ekki hvort það starfi eftir sömu stefnu ennþá, en þar fæ ég rými til þess að vera allt í einu. Ég er með kennara sem eru með mér en ekki bara bekknum. Ég fekk að búa til minn eigin áfanga. Ég starfa sem tæknistjóri í dag, þannig að byrjaði ég að forrita. Var með mann sem var með mér að kenna mér á Adobe Flash og eitthvað svona og ég fekk þurfti hvorki aga neina þannig, ég fekk bara skilning á því að ég væri manneskja og þegar ég var að missa stjórn á mér, þá var mér bara mætt með þolinmæði. Það er auðvitað alltaf öryggi fyrir fólki í kringum mig og ég á ekki að vera skaðlegur en það var bara þolinmæði. Þannig að þetta fær fólk ekki almennt. Hérna hefur við fundið common ground. Þannig að við erum öll sammála
ég varpa hérna upp spurningu í upphafi, hvort að við getum ekki fundið eitthvað svona milliveg sem við getum saminast eitthvað sem að við getum bara tekist hönd í hönd og einbett okkur að því saman, alveg saman þótt okkur greini á einhvern veginn á leiðinni og hérna hugmyndafræðilegar úrlausnir eitthvað svoleiðis, þá er eitt markmið og það er að öllu líði betur í samfélaginu og við þurfum að uppræta þau öfl sem að láta hérna einstaklingum líða illa í samfélaginu og hérna við hljótum að geta tekist hérna hönd í hönd og bara einhvern veginn svona áfram veginn. Ykkur góð gestur, hérna Pétur Eggers og Jón Þórmar, þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna að Rauðaborðinu og hérna þið bara velkomnir hvenær sem þið þurfum að útkljá eitthvað, þá gerið þið það bara hér við hið Rauða góða. Mér langar bara að bæta við þetta að mér finnst við þurfa að minna okkur sjálf oftar á það að við erum líklega sammála 95% af hlutum en við erum alltaf að einblína á þessi 5% sem að við erum kannski ekki sammála við erum líklega sammála markmiðið en ekki endilega veginn sem að 100%. Já, þakka ykkur fyrir samfélgina í kvöld en hér ætlum við að setja punkt. Ég þakka öllum góðum viðmælendum og samstarfsfólkinu mínu góða, þeim Pétri Fjellsteð og Laufeyju fyrir útsendinguna og ykkur kæru hlustendur og áhorfendur þakka ég samfélgina í kvöld og minn ykkur á að á samstöðin.is er hnappur þar sem hægt er að gerast áskrifandi og taka þar með þátt í þessu skemmtilega ævintýri okkar hér við Rauðaborðið. Þakka ykkur fyrir kvöld og góða nótt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is